ætla að segja ykkur frá verkefni sem ég hef verið að vinna að síðustu 3 árin sem fjallar hlutverk skóga í lífhagkerfinu. En hvað er þá lífhagkerfið eða bioeconomy á ensku? En það er sá hluti hagkerfisins sem byggir á lífrænum sjálfbærum auðlindum sem breyta má sem sagt í fóður, vörur og orku. Hérna er ekki með neitt nýnæmi, heldur þetta verið að setja þetta fram á annan hátt og búa til nýtt nafn sem heitir þá lífhagkerfið. En þessar lífrænu auðlindir þær þetta finnast í hafi, í ferskvatni, í óbyggðum okkar, í mannauðinum, í landbúnaði og þetta í skóginum. Það sem ég ætla að fjalla er þá sem tengir skógi. Talar það að lífhagkerfið verði næsta þrep hagkerfisins. Við byrjum með svokallega sjálfsþurftarhagkerfi, þar sem hver og einn aflaði sér sem næði sinni fjölskyldu. Síðan má segja að við tekja það við jarðefnahagkerfið eða fossil economy sem við erum ennþá inni í dag. En Finnarnir vilja halda þið fram að næsta hagkerfi okkar sé sem sagt lífhagkerfið sem byggir þá á lífrænum auðlindum, ekki lengur á þá jarðefnum. Við skoðum aðeins þátt skóga þá í okkar lífhagkerfi, þá þetta veitir skógurinn þjónustu á þess við fellum skóginn. Það er kolefnisbinding sem við verið minnst á fyrir í dag. Það aðrar afurðir úr skóginum en timbur, ber og sveppir. Það ferðamennskan og lýðheilsan sem er mjög mikilvæg. Skógurinn bætir þetta vatnsgæði og jafnar rennsli straumvatna. Og númer 2 er þá þáttur skóga í lífhagkerfinu, það eru þetta viðarafurðirnar. Og þá er bolviðurinn, má segja það sé svona grunnafurð. Og úr bolviðinum þetta hægt að byggja hús. Eins og við sjá hérna til dæmi nýja tegund af húsbyggingum sem reiða sig mikið til rúms og hægt að byggja jafnvel upp í 10 hæðir. Það er svona cross-laminate viður sem við notaði mikið í byggingareiningar og er mjög vinsælt í dag. Hægt að byggja alveg upp í 10 hæða hús. Og síðan það viðarlífmassinn. Viðarlífmassinn getur verið kurl sem er þá orka eða viðarkögglar. Og það er þetta pappír og pökkun sem ennþá verður mjög mikilvægt. Það er þetta framleiða orku í vökvaformi úr viðarlífmassa og ýmis efnavörur, lyf sem kemur það í stað plasts. Hérna smá framtíðarpæling þá sem er í þróun og lyf. Við skoðum aðeins bara nýtingun á viðarlífmassanum almennt. Það má segja að það er minnsti virðisaukinn ef við bara brennum lífmassan og notum í orku og hita. Rafmagn og hita og byggingarefni, það er þetta aðeins minni virðisauki en það er þetta varanleg geymsla til dæmis á kolefni. Það er lífrænt plast og pökkun, vefnaðarvara, það er að koma mikið inn núna, fer aðeins inn á eftir. Það er matur og fóður, við getum notað lífmassan til þess, bæði trén og annan lífmassa og svo líf og heilsa sem gefur það mestan virðisaukan. Við skoðum aðeins þessa hefðbundnu skógavinnslu í dag, skógavinnslu eins og við fyrir fram til dæmis í Svíþjóð. Þá gefur skógurinn líklega 10% í skógarhöggi, það fer í orkuvinnslu, síðan fer þetta í sögunarmyluna og síðan pappírsverksmiðjan sem nýtir 45% öllum við sem feldur í sænsku skógi. Og síðan ýmsir angar hér, það fer þetta úr sögunarmylunni, það fer þetta spón og annað í rafmagn og hita, sem notað sem í eldun, orkuvinnslu. Og hlutaði fyrir þetta í pappírsiðnaðinn og síðan þetta framleitt hús og húsmunir og annað sem þetta það sem geymir koli lengst sem aðeins minnst á hérna þessi Arnóri í dag. En þetta litla verkefni sem ég tók þátt í, norræna verkefni, lítið verkefni á svona norrænan skala, það fjallaði aðallega hlutverk viðarlífmassans í þessu lífhagkerfi. Og þá eins og ég sagði áðan, það er þessi orku, það er að nota viðarlífmassan í orkuframleiðslu. Hérna bara dæmi það er að nota hann til þess að elda, nú fer ég vils átt, svona.
Og síðan er þetta framleiða sem sagt textílvörur, pappír, fóður og svo ýmis einangrunarefni líka. Við höldum bara áfram og tökum dæmi úr þessu verkefni Woodbio. Það var dæmi hérna frá til dæmis í Svíþjóð. Það var til þess að framleiða viðarlífmassa á sjálfbæran hátt. Það var að víðiræktaða ökrum í Svíþjóð. Hún hófst upp úr 70 og í dag er ennþá 10.000 hektarar lands notaðar undir ræktun á víði ökrum og þannig er lotutíminn bara 3 til 5 ár. Þetta er talin sjálfbær framleiðsla á viðarlífmassa sem hægt er að nýta þá í viðarköggla eða aðra vörur. Þetta er bara dæmi frá Ítalíu. Til dæmis er hraðvasta ösp á Ítalíu, hún tekur aðeins 5% flatamáli skóga á Ítalíu, en 50% öllum lífmassanum, öllum viðarlífmassa í Ítalíu koma frá þessum aspaskógum, þessum hraðvasta öspum sem eru felld eftir kannski 6 til 8 ár. Við tökum bara smá dæmi frá Svíþjóð, hvernig maður getur framleitt sjálfbæran viðarlífmassa. Finnarnir hafa verið að grafa upp sína mýrar og nota mýrina sem orkugjafa, torfið, móinn sem orkugjafa. Og það hafa allar þessar mýrar, sumar af þeim verða ekki að stöðuvatni, heldur verður þetta bara opið land og þá var verkefni sem tengdist á útbjóðverkefnin að rækta birki og asp á þessum svæðum og svo eftir 10 til 15 ár, við erum það reynda ekki komin svo langt, þá er hugmyndin að framleiða sem sagt etanól úr þessum viðarlífmassa sem ræktað verður á þessum fyrrverandi mýrum. Og svo bara dæmi þá frá Íslandi, þetta er frá Sandlækjamýri, það er auðvitað verið að velja sem sagt úrvalsefni til asparæktar á Íslandi, það er auðvitað innviður framtíðarinnar. Og í dag þá er verið að byggja 3 nýjar kísilverksmiðjur, 1 á Húsavík og 2 í Helguvík og talið er eftir rúmt ár, jafnvel, verður árleg þörf þeirra 200.000 tonn af viðarkurli. Hérna eru myndir sem ég Halldór Sverrisson hefur létt mig fá, sem sýnir bara tilraunarskóginn okkar í Sandlækjamýri. Hérna er frá Þorberg Hjalti, rannsókn hans í Woodbio, þar sem við erum að fella tré og skoða endurnýjun á rót eða á stubbum í ösp. En framtíðarafurðir skóganna sem sagt. Það sem er að aukast og er þegar í notkun er þá nýja tegundir byggingareininga sem ég nefndi aðeins áðan, sem notum á þá jafnvel í háhýsi. Það notum viðarkola eða kurl í stað koks og olíu í málmbræðslum eins og hjá Elkem. Það er verið að nota núna viðarfíbrur sem einangrunarefni og byggingarefni í stað plasts og léttsteypu. Það er verið að pakka mikið af vörum í dag. Ef við kaupið fallegar hönnunarvörur, þá er mikið af þessum pakningu sem notar þetta semst úr við. Það er verið að þróa nýjar aðferðir við að flytja fersk matvæli, nýja tegund af plastfilmu eða filmu sem er semst ekki úr olíu, ekki úr jarðefnaeldsneyti. Og það er verið að þróa líka og búin að vera dálítið lengi reyndar vefnaðarvara sem er þá viðartrefjum og næstíð skoðið kannski að kaupið skyrtu í næstu búð eða peysu og þá ágætt að skoða aðeins meðan og alltaf úr hverju flíkin er. Eins og Lycocell er orðið mjög stór framleiðandi af vefnaðarvöru sem er notaðar í fatnað, til dæmis skyrtur og annað. Þannig þá komið viðar hráefni og viðarlífmassa sem ætti að nota í stað olíuefna eins og flís. Og svo er þetta mjög fínt að nota sem jarðvegsbæti þá lífkol, framleiða lífkol. Það er talin eiginlega varanleg geymsla á kolefni ef hann býr til kol úr viðnum og grefur það niður og eykur ræktun, bíótsjár á ensku. Og það er vörur sem er á þróunarstigi verið að pröfa núna sem kemur þá beint frá úr afurðum skóganna. Það er til dæmis fóður fyrir fiska og önnur dýr, sem að framleiða prótín og úr fjölsykrum í einsykrur. Það er þróun í því að framleiða mikrofíbrur og nanofíbrur úr beðmi viðar, sellulósunum, í stað þá að nota kólfíbrur. Og það er eiginlega hægt að framleiða allt saman, alla vörur sem við notum í dag sem koma þá úr jarðefnaeldsneytinu úr trjáið.
Það bara sýna ykkur nokkur dæmi hérna. Ég kannski hoppa bara yfir þetta held ég. Þetta samt fjallar hérna þessum orkunotkun á Norðurlöndum. Það sýna ykkur bara hversu að við erum ekkert að nota hérna viðarlímassa í okkar orkunotkun nema litlum hluta fyrir austan allan stað. Ég bara tökum eitt dæmi, þá til dæmis í Svíþjóð þá er 30% þeirra orkunotkun líforka og 85% af þessum 30% kemur úr skógi og viðarlímassa. Við sjáum hérna reynda dettur inn aðeins hérna vindorkan í Danmörku. Við skulum fara aðeins, salta bara áfram aðeins. Og svo er það eitt sem hefur verið að þróa mikið núna og komið á annað stig, kallað önnur kynslóð lífræns eldsneytis. Það er að framleiða fljótandi eldsneyti úr lífmassa. Og hann getur verið allavega sá lífmassi, hann getur bæði verið sem sagt það sem við köllum fyrsta kynslóð lífræns eldsneyti sem er þá úr olíufræjum, rapsolía og annað, einsykrur úr sykurreyr og annað og sterkja. Það er að framleiða biodiesel og etanól, frekar einföld og þróuð leið sem þegar þekkt. En síðan er þessi önnur kynslóð lífeldsneytis. Það er notað sem lingosellulós bíómassa eða plöntuhlutar, sem þurrefni plöntuhluta sem getur það verið það viðarspónn. Og það er auðvitað, ég ætla ekki að fara nánar í þessa þætti hér. En þið sjáu hvað mikið þetta framlega. Það er að framlega sem sagt allt sem við þurfum, sem við fáum úr okkar jarðefna eldsneyti, úr viðarlífmassa og öðrum lífmassa. Það segir ykkur aðeins hérna stutt frá þessu með fiskafóður. Frá skógi til fiskafóðurs. Það reyndar þetta var aðalega unnið hjá hérna Matís. En það er þannig að fiskeldið sem er að þróast mjög allan heim vill einhverja sjálfbæra próteinframleiðslu. Helmingur af próteinframleiðslu í fiskeldi á Norðurlöndum í Noregi kemur frá Ameríku. Það er aðalega soja og maís. Og hinn helmingurinn er sem sagt fiskimjöl sem kemur þá mikið úr loðnu og síld, loðnu aðalega. En þessi aðferð sem við verðum að þróa núna, þá er viðurinn kurlaður og ýmsum bösum og sýrum er bætt við til að losa ligninið úr viðnum. Þetta er síðan hitað upp og eftir er sem sagt sellulósi og heimilsellulósi og það er ýmis emsi notuð til þess að brjóta niður sellulósa í sykrur sem er þá fjölsykrur og í honum geta þá lifað ger og myglusveppir til nýta sykruna sem sagt í viðnum og framleiða þannig sveppirnir verða þá próteinið. Það er ekki að framleiða, fiskurinn étur ekki viðinn beint, heldur notum við sykrurnar úr viðnum til að framleiða sker og sveppi og þar kemur próteinið sem við getum gefið fiskinum. En þetta er auðvitað dálítið löng leið, en þetta er hérna svona byproduct úr þessum hérna nýju verum, Við skoðum aðeins þessar mikrofíbur, þessi framtíðar hugsjón og rannsóknir. Það eru þessar mikrofíbur og nanofíbrur sem koma þá úr sellulósunum. Og hérna sjáum við ferlið, hvernig það er gert. Það er sem sagt viðurinn kurlaður og framleitur hérna bara pölp eða hérna sellulósin. Og í honum eru þessar nanofíbrur sem er 1/1000, sjáum við hérna einingarna hérna líka. Og þá eru svona fljótandi efni sem eru þessar nanofíbrur. Það er að nota það til dæmis í plastfilmu, plastfilmi getur maður sagt. Því sleppir ekki út gasi. Það er ýmis plastefni sem er notið úr þessu hérna fíbrum, mikrofíbru efni. Þarna er mikil framtíð í gangi og mikil þróun sem er verið að vinna að í dag. Og sumir af þessum vörum eru þegar komin á markað eins og þessi matvælageymsla í þessu nýja nanofíbru plastlíki. Og svo tölum við aðeins fatnaðinn, við þess að bómull, ég held þessi bómullatreyju hérna, bómull er ræktaður á aðeins 2% af ræktarlegu landsvæði heims, en bómullaræktun og nota líklegast svona 15–20% af öllu því skordýraeitri sem er notað í heiminum í dag.
og auðvitað er notuð heilmikið vatn við ræktun á bómull. En í stað bómullsræktunar getum við notað sem sagt viðarsellulósa, og það er fyrirtæki sem heitir sem heitir Lycocell sem framleiðir Tencel-efnið sem er að þróa þessar vörur. Þetta er komið á markað. Koma reyndar á markað fyrir 10 árum, Formulott. Og þessi nýju sem sagt lífmassaver sem er að þróa á ýmsum stöðum, Borregaard til dæmis í Noregi, Örnskjöldvík í Svíþjóð. Það er mikið þróun í gangi við að reyna að nýta betur þennan lífmassa sem kemur jafnvel úr korni eða við eða einhverjum afgöngum og framleiða þessar vörur, þessar framtíða vörur okkar sem þá framleiddar úr lífmassa. Frammi eru dálítið mörg veggspjöld sem fjalla svona niðurstöður þessa verkefnis útbíó. Ég mæli með því að kíkja aðeins á þau, en ég ætla ekki að fara í þetta hér núna. Ég ætla bara að segja að allt sem er búið til olíu má framleiða úr trjávið. Viðurinn eru þetta 50% kolefni. Takk fyrir.